Tvær samtímakonur frá 16. öld, Halldóra Guðbrandsdóttir bústýra á Hólum í Hjaltadal og ítalska barokktónskáldið Francesca Caccini hittust, ef svo má að orði komast, í tónleikverki sem frumsýnt var á síðustu Hólahátíð af Reykjavík barokk. Það er svona upphafi af þessu tónleikhúsi okkur núna er að Diljá Sigurðsdóttir og Guðný Einarsdóttir, orgelleikari, þær bara, fá mikinn áhuga á henni Halldóru Guðbrandsdóttur, bústýra á Hólum og út frá bréfi sem hún skrifaði konungi árið 1625. Og af hverju skrifar hún bréfið? Það er náttúrulega, faðirinn var biskupan á Hólum, mikil menni, og hún var alltaf hans svona hægri hönd alla tíð. Hún missi móður sína ung og tekur svolítið svona hússtjórnina eftir lát móður sinnar og er hægri hönd föður síns og hjálpar honum í svona ábyggla flestum verkum. Og síðan til dæmis kemur hann Ari Ögri þarna, er eitthvað mágur hennar, reyna að skipta sér að og ná völdum og svona. Og hún vill náttúrulega ekkert með hann hafa, hún náttúrulega er biskupsdóttir og ætlar bara að fá að halda völdum þannig og skrifar konungi bréf, þannig 1625 í ágúst 2009 og biður að hún fá völdin og kannski fá hálfpartinn nálgunarbann á Ara og hún fær svar eftir ári síðar og fær samþykki að hún fá að halda völdum þarna og í veikindi föður síns. Þetta svipuleyti hrynur líka kirkjan á Hólum og hún stuðlar að því að byggja nýja kirkju sem að rís endanlega 1627, sterk og merkileg kona. Og svo á móti erum við líka að skoða hana Caccini, Francesca Caccini. Það líka var merkileg kona. Hún fæðist inn í tónlistarfjölskyldu og meðan Halldór er dóttir biskups þá Francesca Caccini dóttir merks tónskáls. Þannig hún svona í tónlistarfjölskyldinu og meðan Halldór í presta biskupafjölskyldu, svona sterkar fjölskyldur. Og sama ár og Halldóra skrifa bréfi til konungs að fá völdin á Hólum, þá ópera eftir Caccini frumflutt, Francescu, í febrúar að mig minnir. Og talað almennt að þetta sé fyrsta ópera sem kona semur. Sögusviðið hverfist þennan atburð þegar Ari í Ögri kemur á Hólum og Halldóra fer inn í kirkjuna sem verið að byggja og leggur á ráðin. Hana grunar að Ari vilji ná yfirráðum á Hólum og þarf hún því að bregðast við áður en illa fer. Í kjölfarið skrifar hún bréfi til kóngsins sem talið elsta varðveitta bréf undirritað af konu. Þær eru brautryðjendur í Sykurlandinu. Við setjum þetta upp þannig að við byrjum við völdum kafla úr óperunni hennar og svo komum við með svona portrett af Halldóru Guðbrandsdóttur sem samanstendur af raftónlistinni minni og leiknum hennar Þóriðar og svo kemur Grallarinn og svo kemur aftur Ítalía, portrett af Halldóru, Grallarinn og þannig rúlar sýningin. Francesca Caccini var framúrskarandi söngkona, lútuleikari, ljóðskáld og ekki síst afkastamikið tónskáld. Strax í bernsku kom hún fram á opinberum tónleikum ásamt fjölskyldu sinni sem öll voru hámenntað tónlistafólk. Hún var á sinni tíð einn tekjuhæsti tónlistamaðurinn við Medici-hirðina sem mörgum þykir merkilegt fyrir það eitt að hún var kona. En hvernig ætli þessum tveimur konum, Halldóru og Francescu, hefði litist hvora á aðra hefðu þar hyrst. Okkur þykir bara merkilegt að það voru samtíma konur og á sama tíma gera merkilega hluti á sinn hátt. Hafði eitthvað velt fyrir ykkur hvernig þeim hefði lind saman eða hefði þau nú þekkst í lifandi lífi? Það kemur óneitanlega fram í hugan. Væntanlega hafa það náttúrulega ekki hist, það er minnst mjög ólíklegt, en hvað ef þær hefðu hist, ég hefði viljað vera á staðnum, sjá. Listrænu stjórnendur voru þær Diljá Sigurðsdóttir fiðluleikari og Guðný Einarsdóttir en Þórey Sigþórsdóttir skrifaði handrit, leikstýrði og lék í verkinu.